Eitt og annað sem mér liggur á hjarta að deila með fólkinu sem á mig hlýður, hvort heldur hér eða í gegnum útvarp eða hin mörgu námskeið í gegnum árin og áratugina. Og bara fyrir fáeinum mínútur síðan þá leitaði þessi hugsun á mig. Það kunne vera 58 ár síðan ég naut þeirra forréttinda allra fyrst að stíga í ræðustól og boða hinn gamla góða aðventboðskap sem þið annars heyrið mikið héðan í frá og hafið heyrt héðan frá boðunarkirkjunni. Og í gegnum áratugina að þá naut ég þess að fræða fólk á ýmsum stöðum út landi hér í gegnum námskeið, biblíunámskeið, og þar bar einna helst við að fjalla efni Daníelsbókarinnar og Åpenbarunarbókarinnar. Núna í þessari erindaröð sem að byrja hér í dag verða nokkur í stuttum máli efni Daníelsbókar. Og þetta verður ekki mjög ítarlegt, þetta verður ekki allt hvað eina sem að þar að finna, því það mikinn fjársjóð að finna í þessum spádómsbókum. Ég vil frekar leggja áherslu á hvatningu og uppörvun til þess að vera hlýðin börn Guðs, sama hvað það sem hann kallar okkur til að hafa í heiðri. Og ef það eitthvað sem ég hef heyrt í gegnum áratugina frá almenningi, frá kristnu fólki hvarvetna, þá leggur það áherslu á Steinþór. Það aðalatriðið að elska, að sýna kærleik. Og ég get ekki annað en tekið undir það. En hvað í ósköpunum felst í því að elska og að sýna kærleik, að minnsta kosti af því tagi sem að Guð kennir okkur í orði sínu og kemur alveg sérstaklega fram í innihaldi Daníelsbókarinnar. Þið munum komast að raun það þegar við förum hérna yfir efnið á eftir. En við skulum bara biðja Guð að gefa okkur anda, hlýðni og hollustu eins og hann gaf Daníel og félögum hans fyrir löngu síðan. Og svo var það að fyrir nokkru síðan að þá heyrði ég mann sem mér þykir vænt sem ég þekki og mörg ykkar þekki líka. Hann hafði á orði, þetta svo gamalt, þegar ég bara leggja áherslu á kærleika. Og þá hugsaði ég með mér, mikið vantar þennan vin minn upp á það að komast að raunum í hverju kærleikur felst. Kærleikurinn felst í því til að gera þetta bara örstutt í byrjun, að hlýða Guði eins og lítið barn lærir að elska pappa og mömmu og gera eins og þau segja. Þá að marka trúar játningu ykkar eða hverra annara sem segjast vera kristnir og taka fordæmi frá lífverðni Jesú Krists og hans vitnisburði. Ef ekki því til að dreifa, þá ekkert að marka þetta tal kærleika. Það bara hismi, vegna þess að vantar allt innihaldið sem að baki því að elska Guð, eins og Daníel. Nú skulum við bara byrja. Það segir í fyrsta kafla Daníelsbókar að á 3. ári ríkis Jójakims konungs í Júdaríki fór Nebúkadnesar Babels konungur með her móti Jerúsalemborg og settist hana. Þetta var að minnst í annað skipti, það var held ég 3 sinni sem að konungar Babylóníu borgar komu gegn Jerúsalem og til að hertaka þar borgina og fólkið. Nema þannig var virkilega gengið til verks. Og það segir þannig að konungurinn bauð Aspenasi, sínum æðsta hirðstjóra, að velja nokkra unga menn meðal Ísraelsmanna af konungsættinni eða öðrum höfðingjaættum, sveina þá engin lítið hefðu. Væru fríðir sínum, velviti bornir, menntaðir og til vísinda fallnir og kenna þeim bókmenntir og tungu Kaldea.
Hann kom ekki til þess að ræna endilega, hann gerði það, konungurinn. En hann kom líka til þess að fá rjóman af gyðingaþjóðinni. Gyðingar nefnilega, hafa notið blessana Guðs og verið framar flestum öðrum þjóðum í vísindum og öllu því líka. Og þessi konungur, hann gerði sér grein fyrir því og nú vildi hann fá rjóman meðal gyðinga sem fanga, koma með þá til Babýloníu borgar, ala þá upp og í vísindum og fræðum Kaldeana sem réðu þar ríkjum. Og svo segir í framhaldi í 1. kafla Daníels, og konungur ákvað þeim daglegan skammt frá konungsborði og af víni því hann sjálfur drakk og bauða uppala þá í 3 ár og að þeim liðnum skyldu þeir þjóna frammi fyrir konunginum. Þetta hann viðurkenndi, þessir ungu menn þarna, þeir voru fremstur af öllum. En hann ætlaði að setja þá til enn meiri mennta og fræða þá í öllu vísindum Babýloníumanna. Og hann gerði það. Og það voru einstök forréttindi að mega setjast til borðs daglega með konunginum. Borða matinn sem hann borðaði og drekka víni sem hann drakk. Það var ekkert betra noss í öllum heiminum að manna mati. En konungurinn átti eftir að komast að raunum að það var ýmislegt annað til, ennþá meira virði. Og þessir ungu menn voru komnir til Babýlonar að Guðs ráði til að kenna þeim ýmislegt sem þeir áttu eftir ólært. Og það á erindi til okkar í dag líka. Við skulum halda áfram og lesum í 1. kaflanum. Daníel einsetti sér að sörga sig ekki á matnum frá konungsborði, né á víni því konungur drakk. Bíddu við. Hann með einhvern fyrirvara. Ég borð ekki svona eða svona. Og vín, ekki áfenga drykki. Svo að hann beittist þess af hirðstjóra að það þyrfti ekki að sörga sig. Sjáu hvað það kallar að sörga. Og Guð lét Daníel verða náðar og líknar auði hjá hirðstjóranum. En hirðstjóri sagði við Daníel, og takið bara eftir þessum sem það segir. Ég hræddur að minn herra konungurinn, sem tilvikið hefur mat yður og drykk, sjái yður fölar í bragði en aðra sveina á yðar aldri. Og verði þér svo þess valdandi að ég fyrirgjöri lífi mínu við konunginn? Hugsaðu ykkur. Hirðstjórinn, hann vissi að hann væri sjálfur í mikill hættu ef að létu undan ósk Daníels og félagana að fá að éta kálmeti eða óáfenga drykki að drekka, því að þetta var eins konar fyrirlitning á boði konungs eða að kunni ekki að meta það sem hann gerði fyrir þá. Og hér bregðum við upp einni fæðu tegundinni sem þessir menn höfðu á konungsborði. En í Biblíunni þá segir, og ég hvet bara alla til þess að lesa það í góðu tómi heima hjá sér, hvað að segja í 11. kaflanum, hvað það ekki, 3. Mósebók, hvað má borða og hvað ekki. Og þá kannski reynir það þennan kærleika sem svo mörgu kristnum andum að tala. Býtum við, hvaða máli skiptir nú þetta? Af hverju mega ekki allir borða svínakjöt? Ég alveg viss að í gegnum aldirna þá voru fjöldamargir sem hefðu ekki hugmynd ástæðuna fyrir því. Af hverju Guð talaði svona? Að borða ekki allt það sem að konungur bauð ungum mönnunum upp á. Og þegar við rannsökum þetta, farið bara á Google og sjáu þið hvað helstu læknastofnanir heimsins, eins og Mayo Clinic eða John Hopkins Hospital að hafa að segja mataræði. Og þá komist að raunum að í svínakjöti sem Daníel og félagar hans vildu síður borða þarna á konungsborði, það bara ekki það hentugasta til manneldis. Og þegar þetta farið að athuga, skoða þetta nánar, að þá það á meðal margra þjóða í dag. Það ekki allt það hreinlæti til staðar sem að þessa skepnur fá að alast í eða neita af til þess að
hold þeirra geti talist holdt. Og þó það væri ekki mengað af tryggnin ormum sem fyrirfinnast í þessu kjöti víða heiminn, að þá hafði bara Guð sagt ekki borða þetta. Hann hafði sínar ástæður. En það allir fjöldinn í dag sem segir, hvaða máli skiptir þetta? Daniel og félagar hans, þeir voru reiðubúnir að deyja ef að þeir kynnu að móðga konunginn með því að hafna mataræðinu sem hann bauð upp á, frekar en að ólínast Guði, þar sem að Guð segir ekki borða þessa fæðutegundir eða hinar. Auðvitað í dag víða mjög mikið hreinlæti meðal þessara dýra eins og svínana. Þannig að það fyrirfinnast kannski miklu síður í dag tryggninormar með sama hætti og áður eða enn í dag á meðal frumstæðra þjóða. En orðs Guð stendur eins og áður, ekki borða þetta. Það ekki gott fyrir ykkur. Og við erum fiskimanna þjóð, við sækjum okkur ýmislegt í hafið sem við viljum gjarnan að borða. En það fyrirmæli líka í Biblíunni hvað hentar okkur og hvað ekki. En það eins og við sækjumst í að borða af því sem Guð hefur bannað. Og ekki að því að hann sé að útiloka ykkur einstök forréttindi okkar eða gæði sem að við förum á mis við ef við förum eftir hans fyrirmælum, heldur en að tala heilsu okkar, hvað okkur sé fyrir bestu. Og hvernig væri nú að æfa sig í því að elska Guð og hans fyrirmæli með því að taka mark á því sem hann hefur að segja okkur til heilbrigðis, að lifa heilbrigðu lífi. Við höldum áfram. Þetta bara stikla á stóru. Hérna, ég fer á allt annan hátt í þetta efni en ég vanur að gera áður. Við höldum áfram í Orðskvöðunum 23. kafla segir, vínið spottari, sterkur drykkur, glaumsamur og hver sáu drykki reykar óvitur. Þetta Drottinn sem segir þetta, en það ekki fínt í dag að bara fá sér í stöpunu. Vera með hinum, það gleðskapur hvað sem og akkur ekki að drekka smávegis. Hafið þið tekið eftir hvernig drykkjumenn verða drykkjumenn? Þeir bara taka með frá kunningum, vinum, en það vilja vera kurteisir í heimboði og taka bara pínulítið. Svo gerast það aftur þeir taka pínulítið og enn einu smakka bara eins og hinir. Og svo þegar litið þeir yfir farin veg nokkura ára hjá miklu fjölda manna og kvenna sem drekka áfenga drykki að þeir gerast alkohólistar. Við erum hérna nokkuð mörg hérna í dag sem þekkju þetta vel á eigin skinni vegna þess að ástvinir okkar hafa sem sagt búið við slíkt böl sem hlýst af drykkju, áfengra drykja. En þarna var Daniel. Hann ásetti sér að saurga sig ekki af mat eða víni sem voldugasti maður í heimi bauð upp á. Svo segir þarna í Orðskvöðunum, hver æjar, hver veinar, hver á ég deilum, hver kvartar, hver fær sár að þarflausu, hver rauð augu? Þeir sem sitja við vín fram á nætur, þeir sem koma saman til að bergja á krydduðum jurtum. Horf þú ekki á víni, segir Drottinn. Hver rautt það hversu það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður? Að síðustu, sjá þetta gerist með tímanum, að síðustu bítur það sem höggormur og spýtir eitri sem naðra. Augu þín munu sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla frá fláræði. Eitthvað að marka orð Guðs? Þetta ekki alveg dagsatt? Förum yfir í aðra Mósebók augnablik, 20. kaflinn, þar að finna annað boðorðið. En það segir til dæmis, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiðja þær og ekki dýrka þær. Hér verða að tala að meta eitthvað það í lífinu.
sem meira virði en Guð, sem við tökum meira mark á en hans fyrirmælum eða ráðleggingum, til sem við mættum lifa hvað best að hans mati og njóta lífsins. Ekki að tilbiðja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staðinn fyrir Guð. Það líkneski. Það getur peningar eða ferðalög eða hvað sem annars sem að kemur í staði fyrir Guð og hans orð. Og svo segir þarna áfram, því að ég drottinn Guðinn vandlátur Guð. Hann vandar og talar af gætni og tillitssemi við okkur. En hann meina það sem að segja, það sem átt við, vandlátur, sem vitja misgjörða feðranna og börnunum, já við 3. og 4. lið þeirra sem hata. Margir telja þarna sé Guð svo harður að refsa börnunum fyrir það sem foreldri gera. Það ekki það sem segir hérna. Guð að segja hér í þessum orðum að það kemur niður á börnunum þegar við hunsum fyrirmæli drottins. Það getur hvað þetta allt annað en venjuleg túlkun margra kristina, að vitja misgjörða feðranna og börnunum. Drottinn hugar að hvernig börnunum líður þegar við foreldrarnir höfum okkur óskynsamlega og gefum þeim að borða mat sem óhollu fyrir þau og skadar þau oft og eina. Ég tala með drykkina. Það talað vín í Biblíunni sem hollt og gott, en það líka talað vín í Biblíunni sem skadar. Annað áfengt, hitt ekki. Við höfum að hafa vit til að greina þar á milli. Förum aftur yfir í Daníelsbók í 2. kaflan. Á öðru ríkisári Nebúkadnesar dreymdi Nebúkadnesar draum og varð honum órótt í skapi og mátti eigi sofa. Gerist þetta ekki stundi hjá okkur? Þá bauð konungur að kalla til síns spásagnamenn og særingamenn og galdramenn og kaldea að þeir segðu konungi hvað hann hefði dreymt. Og þeir komu og gengu fyrir konung. Þá sagði konungur við þá, mér dreymdi draum og mér órótt í skapi uns ég fæ að vita draumin. Hann var búinn að gleyma draumnum, en vissi þetta var eitthvað mikilvægt. Svo hann kallar á sína vitringa, þessa vitrustu, helstu vísindamenn og fræðimenn. Og hvað segja þeir þegar hann fer fram á þetta? Þeir sögðu kaldearnir við konunginn á arameísku, konungurinn lifi eilíflega, segð þú þjónum þínu drauminn og munu vér þá segja þýðing hans. Konungur svaraði og sagði við kaldea, ásetningur minn óhaggalegur. Ef þér segið mér ekki drauminn og þýðing hans, skuluð þið verða högni sundur og húsið að gjörð að sorpaug. En ef þið segja mér drauminn og þýðing hans, munu þér af mér þykja margs konar gjafir og mikla sæmd. Segja mér því drauminn og þýðing hans. Þetta virkaði eitthvað svo ósanngjarnt og hörkulegt af konunginum, en það segja þeir tilbaka, konungurinn segi þjóni sínu drauminn og þá skulum við segja hvað það þýðir. Konungur svaraði og sagði, ég veit með vissu að þér ætlið að leita yður frests. Þar þér sjáið að ásetningur minn óhaggalegur. Konungur svaraði og sagði, ég veit með vissu að þér ætlið að leita yður frests. Þar þér sjáið að ásetningur minn óhaggalegur. En ef þér segja mér ekki drauminn, þá býður yður dómur sem ekki verður nema á einn veg. Þér hafi komið yður saman að fara með lygatal og skaðsemdar frammi fyrir mér, þar til tímarnir breytast. Segi mér því drauminn því svo að ég fá skilið að þér megið einnig segja mér þýðing hans. Kaldearnir svöruðu konungi og sögðu, enginn svo maður í heimi sagt geti það konungur mælist til. Höfðu þeir rétt fyrir sér? Hvorki konungurinn eða þessir vitringar reiknuðu með að á meðal þeirra væru 4 ungi menn sem neituðu að taka mark á spásagnar útleggingum hinna fróðu manna og draumaráðningar
Þeir voru alveg frægir fyrir draumaráðningar. Og nú vildu þið bara fá að heyra drauminn. Þá engin vandi fyrir okkur að lesa þetta fyrir þig, konungur. Það var það sem þið sögðu. Og svo segir konungurinn, nei, þessi Kaldear. Enginn sá maður í heimi getur sagt það konungurinn mælist til. Og það kemur í ljós hversu rangt þeir höfðu fyrir sér. Vitið það vinni það margborgar sér taka mark á orðið Guðs. Né heldur hefur nokkuð maður, segja þeir, mikill og voldugur konungur krafist slíks af nokkru spásagnamanni, særingamanni eða Kaldea. Því að það torveld sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginu það nema Guðirnir einir. En bústaðið þeirra ekki hjá dauðlegum mönnum. Þeir voru alveg komnir í þrot. Þeir voru örvæntingafullir, þessir vitru menn. Því að það beið þeirra dauðadómur, eða ekki gætu uppfyllt þetta, að segja konunginu hvað hann dreymdi. Eða finnst okkur þetta ekki vera mikla kröfur og gengið hart að þeim, auðvitað. Guð var að sýna þau fram á hversu vitlaust þetta sem þeir hafa tamið sér. Þessir fræðimenn, þessir spásagnamenn og vísindamenn þess tíma. En það voru til aðrir vitrari, sannari, heiðarlegri vísindamenn, fræðimenn sem kunnu að ráða að drauma. En þeir leituðu lausnar hjá Guði. Eins og segir að Daniel tók til máls og sagði við konunginn, en sá Guður á himnum sem opinbera leynda hluti og hann hefur kunngjört Nebúkadnesar konungi það verða mun á hinum síðustu dögum. Sjáu þið hvernig Guð prjónar inn í atburðar á síðustu daga mannkynsins, inn í draumaráðningu, inn í mataræði. Það alltaf marka sem drottinn gefur okkur eða fræðir okkur Tökum marka á orði Guðs. Svo segir hann, draumur þinn og vitranir þær fyrir því bari rekkju þinni voru þessar. Þá þú hvíldir í rekkju þinni, konungur, stegu upp hugsanir hjá þér hvað verða mundi eftir þetta. Hvað fólk að hugsa í dag? Að koma að endalokum veraldar. Hafið þið tekið eftir þessu? Þetta eldgömul hugsun á meðal manna þegar þeim ofbýður eitt eða annað. Já, hvað verður eftir þetta? Nema að konungurinn var að vonast til þessi þarna Nebúkadnesar, að ríki hans gæti staðið að eilífu og hann gæti lifað sem allra lengst. Já, hvað verður eftir þetta? Hvað verður eftir minn dag? Og hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinbera leynda hluti hefur kunngjört þér, segir Daniel við hann, hvað verða muni. Svo þá höfum við það að koma hérna í ljós hvað gerist á okkar tímum. Hann segir, þú horfðu fram fyrir þig, konungur, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtagst ljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneskis þessa var af skíragulli, brjóstið og armleggirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sumspostar af járni, sumspostar af leir. Það einkennileg blanda, því að járn og leir loður ekki saman. Og þetta var neðst í styttunni. Jæja. En þú horfir á það þar til steinn nokkur og losnaði. Á þess að nokkur manns hönd kæmi við hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þetta draumurinn, segir Daniel við konunginn. Og nú viljum við segja konunginn þýðing hans. Þú, konungur, yfir konungur konungana hafa svo mesti á þessum tíma á jörðinni. Og sem Guð himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttinn og tignina, þú sem hann hefur mennina á vald sett. Hvar svo sem þeir búa, dýrmerkurinnar og fugla himinsins og sett þig drottnara yfir því öllu. Þú ert gullhöfuðið. Takið nú vel eftir þessum
skiptingu þarna. Það bara gullhöfuðið. Það bara höfuðið sem úr gulli. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt og því næsti þriðja af Eyri sem drottna mun yfir allir jörðu og þá mun hefjast fjórða ríkið sterkt sem járn. Sjáuð alla málmana þarna í tittunni? Sífellt rýrara verðgildi málma eftir því sem neðar kemur í styttunni. En þetta táknaði allt, hver tegund málms táknaði nýtt heimsveldi. Við komumst betur að því. Gullhöfuðið, það þú, Nebúkadnesar, sagði Daníel. En brjóstið og armarnir, það annað ríki sem tekur við eftir þína daga. Þið verða að lesa þetta allt saman fyrir ykkur sjálf í öðru kafla Daníels. Og svo þriðja heimsveldi mun koma þar á eftir. Það úr bronsi eða eyr. Og það verður fjórða heimsveldi. Það járni. Og mannkynssögu fræðingar, þeir kannast alveg við þetta. Það hafa bara verið 4 svokölluð heimsveldi og það ekkert eitt heimsveldi í dag. Það nokkur heimsveldi eða svokölluð stórveldi, eftir ég frekar að segja, sem býtast á að ná völdum yfir heiminum. En heimurinn mjög misskiptur. En það segir að eftir þessi 4 heimsveldi, og við förum aðeins yfir það hér á eftir, þá kemur annað ríkja samband sem táknað með ýmist járni, þetta svo frá í fótunum, frá ökli til táa, ýmist blanda af járni eða leir. Leirin eyðileggur járnið eða sundur, og það engin viðloðun eða styrkur í þessari blöndu og þess vegna því líkt við ríkja samsteypu. Og margir vilja meina að það efnahagsbandalagi í dag eða Sameinuðu þjóðirnar, skiptir ekki máli hvort þetta lítið á allan heiminn. Þetta svo sundurlaust allt saman og einmitt skapar þannig ástand að menn óttast framtíðina. Hvað gerist eftir okkar daga, segjum við í dag, eins og konungurinn hugsaði þannig nóttina þegar hann dreymdi draum sem hann síðan gleymdi og gat ekki muna. En Guð gaf Daníel ráðninguna á þessum draumi. Og hann segir síðan í öðru kafla Daníels, og þar þú sást járnið blanda saman við deigulmóinn, þá munu þeir með kvonföngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvor öðrum, eins og járnið samlaga sig ekki við leirinn. En á dögum þessara konunga með Guði himnanna hefja ríki, sem aldrei skal á grunn ganga, og það ríki skal engri annarri þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Hér Guð í kærleika sínum að segja jarðarbúum, ég gegnum þennan draum konungsins. Það verða 4 heimsveldi. En eftir það kemur klettur sem kemur einhver staðar frá. Engin mannshönd á bak við hreyfingu þessa ógnarklett sem kemur og lendir á fótum lífnikisins og mólar það í sundur. Við skulum fara aðeins yfir þetta. Babylon. Það byrjaði í kringum 605 fyrir Krist og ríkti þar til Persaveldi tók yfir árið 539 fyrir Krist. Það entist ekkert mjög lengi. Frykirnir komu þarna árið 331 eftir Krist, fyrir Krist fyrirgefiði, og síðan kom Rómaveldi sem ríkti einna lengst 550-60 ár, frá 168 fyrir Krist, þar til það endaði að leiðundu lok árið 476 eftir Krist. Þetta byggjum við bæði á heimildum Biblíunnar, sem ég ekkert að fara nánar út í hér í dag, en það getið fundið svipuð ártöl og tímalengdir eða áralengdir fyrir hvert þessara heimsvelda á Google. Þar getur munað kannski nokkur ár hvert sig, skiptir engu máli. Þau eru öll viðurkennd, þessi 4
veldi sem heimsveldi. En það ríkja samsteypan sem einkennir okkar tíma í dag. Við erum lifandi á tíma þessara ríkja sem að reyna að hnoða sig saman með mismunandi árangri og svo leysist það allt, blundrast allt saman. Það kemur annað veldi eftir þetta. En það ekki að mannavöldum. Það heimsveldi Jesú Krists sem aldrei líður enda. Og það byrjar áður mjög langt til líður, hver veit. Það segir í draumnum. Það kom klettur og lenti á fótum þessa líkneskis. Og kletturinn Jesús Kristur, kominn til að stofna sitt ríki. Og svo segir þarna í öðrum kafla, versi 45, mikill Guð, segir Daniel við konunginn, hefur kunngjört konunginu hvað hér eftir muni verða. Draumurinn sannur og þýðing hans áreiðanleg. Talandi drauma og draumaráðningar í dag. Fyrir alla muni, takið ekki mark á þessari vitleysu sem á sér stað víðast hvar. Ég man eftir því þegar nágrannar konurnar voru að koma heim til mömmu og fá sér kaffisopa saman hérna í gamla daga, það meir en hálföld síðan. Og voru að lesa í bolla, já þetta því þetta. Þú átt eftir að lenda í einhverju fínu, skemmtilegu. Eða, þetta á eftir að gerast. Allt lesið út úr einhverjum, hvernig taumar kaffidropana fóru bollan ef hann var settur á hvolf. Kannistu við það? Auðvitað. Eða lesið í lófa. En hér raunverulega draum að ræða. Og ef þið lesið í spátansbók Jeremía til dæmis, það talað draumaráðendur og stjörnuspekinga sem fræða fólk allt mögulegt. Meira að segja voldugir leiðtogar stórþjóða, eins og einn forseti Bandaríkjanna. Hann fór nákvæmlega eftir öllu því sem konan hans las í stjörnurnar. Og varaði hann við ekki gera þetta á þessum degi, ekki fara út úr húsi vegna þess að stjörnurnar svona í þessari stöðu. Og hann fór eftir því. Þið munið eftir þessum forseta Bandaríkjanna. Ég þarf ekkert að nefna. Nema að það sem konungi dreymdi var ekki mannlegt veldi sem myndi koma. Já, endanlega. Heldur ríki drottins, hins almáttuga, hið eilífa ríki, sem við í dag á tímum þessara ríkja samsteypu hér eða þar. Við teljum að það var eitthvað að gerast núna. Og það þetta, Kristur mun koma. Og svo okkur sagt í Jesaja kafla 44, svo segir Drottinn frelsari þinn. Sá þig hefur myndað frá móðurkviði, ég Drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreiddi jörðina hjálparlaust. Sá sem ónýtir legarana og gjörur spásagnamennina fíflum, sem gjörur vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Sjáu þið hvernig Guð lýsir, svo kallar fræðslu eða fróðleik, stjörnuspekinga manna og draumaráðninga manna eða kvenna. Drottinn kallar þetta fífl, þetta fólk sem gerir þetta. Og þeir sem að fara eftir þessu jafnvel enn meiri fífl að mati Drottins. Og svo segir að hann staðfestir orð þjóna sinna. Drottinn gerir það. Þegar við förum eftir spátum með Biblíuna, hann mun staðfesta boðskap okkar og framkvæmir ráð sendiboða sinna. Svo bíðum við. Við erum komin á þennan tíma, þar sem við vonum og væntum þess að Drottinn komi og sæki fólki sitt og taki það til himins. Það verður byrjunin á því sem að hann kallar í þessum fræðum Daníelsbókar, hið eilífa ríki sem aldrei mun á grunn ganga. Við hlökkum til, vinir. Svo segir í Jesaja 46, minnist þess og látið þið segjast, leggið þá á hjarta þér trúrofar. Hverjir í ósköpunum trúrofar?
9. versið, minnist þessis fyrra frá upphafi, að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalókin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Ég segi, mín ráðsalyktu stendur stöðug og allt sem ég líkar framkvæmi ég. Hvað er Drottinn að segja hér? Hann er að kenna okkur að rifja upp gömlu fræðin, Gamla testamentið, taka mark á því. Því að ég mun framkvæma það sem ég segist ætla að framkvæma, segir hann. En svo munum við eftir því að hann segir sjálfur einhvers staðar að hjá mér er 1000 ár sem 1 dagur, en 1000 og 1 dagur sem 1000 ár. Hver eru við sem lifum skamma hríð að segja Guði fyrir verkum hvað gerist eftir okkar daga? Förum eftir þeim einu fræðum eða fræðslu sem til er á allri jörðinni sem hægt er að treysta á. Það er Biblían, orð Guðs, Gamla testamentið og Nýja testamentið, eða eins og sagt hefur verið, og ég minni fólk gjarnan á það, að Gamla testamentið er Nýja testamentið uppfyllt, eða sagt fyrir, þá orðað þannig. Gamla testamentið er Nýja testamentið sagt fyrirfram, en Nýja testamentið er Gamla testamentið uppfyllt. Þú tekur þetta ekki sundur. Þetta er allt Guðs orð. Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar, og þegar við tölum kærleika, þá ber okkur að lifa í kærleika og fara í einu og öllu eftir því sem Guð segir. Ef við gerum það ekki, þá er allt talað kærleika, tómt kjóm, tóm vitleysa, innihaldslaust orðagjálfur sem Guð tekur ekkert mark á. Ef förum eins og Daniel og félagar hans með orðið, förum eins og þeir gerðu að treysta bara því sem Guð opinberaði, en ekki manna að ráðningum. Og því fór vel með þá, eða fyrir þeim. Við munum í þessu komandi, ég ætla að fara að kalla þetta námskeið, þetta er ekki eins og í gamla daga með námskeiðin, þetta er röð erinda efni Daníelsbókar, og við færum okkur lengra og lengra inn í ráðsalyktanir Guðs og lærum að dást að og hrífast af fyrirmælum Drottins. Vegna þess að Daníel og félagar hans voru svo stórkostlegir drengir, ungmenni, sem lifðu lengi á meðal konunga Babyloni veldis og voru jarðarbúin til blessunar. Svo lengi sem þau tóku mark á orði Guðs. Til dæmis, ég man þá tíð þegar ég hugsaði, já, ætli ég lifi nokkuð tíman að sjá árið 2000 verða. Það er komið og löngu liðið. Og við virðum fyrir okkur framtíðina. Við vitum ekkert í okkar haus, eins og við segjum stundum, en ef við lesum þetta allt og framtíðina og hvað á eftir að gerast hér á jarðríki í spádómum Biblíunnar, til dæmis Daníels, og opinberunarbókarinnar, að þá munum við eiga framtíð sem nær handan við gröf og dauða. Kristus sagði í Jóhannes í 5. kafla, ef þið tryðu Móse, takkið nú eftir þessum eldgömlu bókum, Mósebækurnar, ef þið tryðu Móse, sagði Jesús, myndu þið líka trúa mér, því mig hefur hann ritað. Fyrst þið trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúa orðum mínum? Sagði Jesús Kristur. Á meðal helstu fræðimanna sem til voru á jörðinni í þá daga, það voru leiðtogar Íslandsmanna, æðstu prestarnir og þessi kennimenn, og þannig gerist í dag, enn í dag, á meðal kristina í mörgum þjóðlöndum, í mörgum kirkjudeildum, að menn treysta því sem prestarnir segja. Jafnvel þó að sumt af því stangist á við það sem Biblían segir og kennir. Ég er prestur, ég er boðberi Guðs orðs. Ég dirfist ekki að fara rangt með Guðs orð. Því að Guð varar okkur prestana alveg sérstaklega við að ef við tökum eitthvað af orðinu
eða ef við bætum einhverju við sem ekki á að bæta við, að þá býður okkar bölvun, ekki að því að Guð vilji heldur að því að við kjósum það. Lesiði síðasta kaflan í Biblíunni, það í Upprunabókinni, það sem að Guð segir í næstu því síðustu versum Biblíunnar, ef einhver bæti við, ef einhver tekur af orðinu, þá býða hans þessi örlög og þau viljum við ekki. En til þess að við getum upplifað kærleika Guðs og deilt honum út til annara, kærleika sem er innihaldsríkur, þá verðum við að læra að taka mark á orði Guðs, öllum, ekki bara sömu. Það einhver sem hefur skrifað mjög greinagóða lýsingu á mestu þörf mannkynsins. Ég með lauslega þýðingu eftir Ellen White, þar sem að hún skrifaði að mesta þörf heimsins einstaklingar sem ekki láta kaupa sig eða selja til eins eða annars, sem eru heiðarlegir og sannir, sem hiklaust kalla syndina réttu nafni og sem ávallt standa með réttlætinu, þótt himnarnir hrynji allt í kringu þá. Guð að kalla á þig, ykkur, hvort sem þeir eru hérna innan veggja í boðunarkirkjunni í dag, eða hlustið á þetta í gegnum útvarpboðun. Hann að kalla á okkur að standa stöðu í orði Guðs. Það engin annar grundvalli fyrir okkur að standa á. Því að kletturinn sem í raun og veru Jesús Kristur að koma. Og við lesum þetta í fyrra Korinthubréfi 10. kaflanum. Þar segir, ég vil ekki bræður að yður skuli vera ókunnugt það að feður voru allir undir skýjunu og fóru allir yfir hafið. Það að segja dauðahafið, þeir flýðu frá Egyptalandi til frelsis. Allir voru skýrðir til Móse í skýjunu og hafinu. Allir neyttu hina sömu andlega fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur, stendur þarna. En samt hafði Guð enga velþóknun á flestu þeirra og þeir féllu í eyðimörkinni. Tilvitnun endar. En hvers vegna féllu þeir flestir? Af því þeir treystu ekki Guði. Voru alltaf möglandi, röflandi yfir einu eða öðru, kvartandi, kveinandi. En lofuðu ekki Guð fyrir ráðstafanir hans. Það var ekki þessi sanni kærleikur á meðal þeirra. Það margir söfnuðir, margar kirkjudeildir og hver boðar sitt. Við þurfum að vera varkár og leita þar til við finnum söfnuð eða kirkjudeild eða hóp einstaklinga sem boða sannleikann og ekkert nema sannleikann. Því að Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla að orð hans býr ekki í yður, hann að tala við leiðtoga gyðinga. Því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi, þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Svona var þetta þá fyrir 2000 árum og svona þetta í dag. Svo nú spurningin, en þú, hvað vilt þú gera með orð Guðs? Og að lokum, Jesús sagði sjálfur þessi orð sem eru endalokin á þessari yfirferð minni í dag. Hann segir þar í byrjun 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls, hjarta það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, sjáum það, þetta sem við von á. Væri ekki svo, hef ég þá sagt ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hefur búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þanga sem ég fer, þekkið þér. Tilvitnun endar og hann að segja að þetta allt í Biblíunni. Og þegar hann sagði þessi orð var Nýja testamentið ekki til. Hann tók mark á Gamla testamentinu. Eins ber okkur að gera í dag. Og þegar við lærum að elska allt orð Guðs, þá getum við með sanni sagt, við elskum Drottinn af öllu hjarta. Ef ekki, þá vil ég ekki hugsa þá hugsun til enda, hvað verður okkur.
Við verðum að taka mark á orði Guðs, öllu. Þá erum við vel undirbúin fyrir framtíðina.